Hvað fannst þér neyðarsjóð Ragnars Þórs? Þetta eru þau kjör sem var samið. Ég hef svo sem sagt að bara ég mun ekki semja svona. Og þar hafa sveitarfélögin náttúrulega ekki drullast til að standa sig og langflest og skaffa lóðir og slíkt. Verkalýðsfélög eru upphaflega, ef við förum aftur í tíman, stofnuð til þess að hjálpa fólki að vera sjálfbjarga. Það verður rosalega oft fyrsta viðbragð þegar eitthvað bjátar á að ríkið eigi að koma. Finnst þér skattar vera of háir eða of lágir á Íslandi? Ég held að þeir séu almennt séu við að fara að nálgast það að þeir séu háir. Og VFR má aldrei vera partur af einhverju sem tryggir ekki hagsmuni þeirra félagsmanna. Þeir þurfa alltaf að vera í forgrunni. Flósi Eiríksson, hvað segirðu gott? Ég segi gott. Það ekki? Jú. Hérna, verkalýðsbaráttan. Ég var að tala um það. Ég hef vel ekki talað við neitt úr svona verkalýðsbaráttunni þannig lagað, ég hef talað mjög mikið hana. Þannig að það er gott að þú sért hérna. Þú ættir náttúrulega að tala við fleiri úr henni líka. Já, ég veit það. Ég ætti náttúrulega að gera það, sko. Og það er alveg svona, ég veit ekki, mörgum finnst þetta eflaust þurrt, en samt sem áður þá er þetta eitthvað sem við tölum rosalega mikið þrátt fyrir að við tölum sjaldnast svona rótina að þessu. Jú, auðvitað skiptir þetta okkur öll máli, að því við erum allir vinnumarkaðurinn er markaður af einhvers konar kjarasamningum. Við vinnum eftir kaupum og kjörum sem eru ákvörðuð í samningum atvinnurekanda og verkalýðsfélaga. Það er engin lágmarkslaun á Íslandi til dæmis, ekki lögbundin, þau eru aftur á móti í kjarasamningunum og eiginlega öll þau réttindi sem við teljum eðlileg og sjálfstöð eru í kjarasamningum, hvort það eru veikindi, orlof, veikindi barna og svo framvegis. Það eru verkalýðshreyfingin, félögin, ýmist í heild sinni eins og í lífeyrismáli eða hvert og eitt sem semja þau kaup og kjör sem við búum við. Og menn á öllum kaffistofum landsins þá erum við venlega að tala kaup og kjör og þá erum við náttúrulega í einhvern skilningi að tala verkalýðsmál. Já, akkurat. Og þú ert að bjóða þig fram? Já, ég er að bjóða mig fram í stjórn VFR, sem formann VFR. Það eru kosningar þar, það byrjuðu í gær og byrjuðu 7. mars og eru þang til 13. mars. Þetta er 40.000 manna félag, þetta er stærsta verkalýðsfélag á Íslandi og ég segist eftir að vera formaður. Ragnar Þór Ingólfsson sem búin að vera formaður nokkuð lengi er hættur, fór á þing, svoleiðis að ég held að núna sé tími og fyrir nýja nálgun, nýja fórstu, sameina félagið, sækja fram. Hvernig finnst þér hún hafa verið rekin svona almennt síðan hingað til? Svona undanfarin ár, hvað það að segja? Hingað til að vera aðeins og löng saga? Já. Ég meina, sumt hefur gengið vel og sumt hefur gengið illa. Ég var að vinna hjá Starfsgreinasambandi Íslands sem er bandalag þessara 18 verkalýðsfélögum landa allt til lífskjarasamningurum var gerður og menn lögðu svona stað í þá vegferð sem þetta reyna að standa þannig að kjarasamningum að þeir hafa efnahagslega áhrif og það lækki vextir, verðbólga og setja svolítið kröfur og þrýstinga á stjórnvöld og aðra menn standi við hluti. Kjarasamningun sem var gerður í fyrra í mars er eins. Í honum eru forsendur hvernig vextur og verðbólga þróist, annars er þetta að segja upp. Og þess skiptir mjög miklu máli núna VFR sé til dæmis í stakkbúin til að halda nýjum stjórnmöldum við efnið, að þau standi við það sem þau lofi og efnaðastjórnin sé með þeim hætti að þetta fari ekki allt út gluggan. Að því, auðvitað allir Íslendingar eins og VFR-ingar mennur náttúrulega með viðkvæm fyrir breytingum og vöxtum til dæmis. Það hefur svo mikil áhrif á húsnæðisverði, það hefur áhrif á afborganir á lánunum eða á leigumarkanum. Og ég held að þetta svona stóru málunum sem við erum að tala núna eru húsnæðismál. Við erum í tómu tjóni þar. Íbúðaverð er sífellt hækkandi, það er lítið framboð, það er erfitt að koma til leigumarkaðinn. VFR hefur verið að gera ýmsa fína hluti með Bjarg og Blæ sem eru svona húsnæðis samvinnufélög, ekki alveg eins en mjög öflug og í samræmi eða í samstarfi við ASÍ. Við þurfum að segja miklu meira þar fram og þar hafa sveitarfélögin náttúrulega ekki drullast til að standa sig og langflest og skaffa lóðir og slíkt. Nei, en finnst þér að ég er náttúrulega í Sameggi sem er undir BSRB og Sameggi er langstærsta félagi þar eða helmingur af aðildarfélögum. Mér finnst staða BSRB vera alveg ótrúlega einkennileg og ótrúlega einkennileg stefna meðal annars út af Blæ og Bjarg og ég tel að út af því að VFR er öðruvísi samband heldur en eiginlega öll hinn. Það er stærst samhliða því að þetta er ofta á tíðum fólk sem er í hærri tekjutíundum heldur en eins og Efling eða Sameggi jafnvel.
Samhengi náttúrulega opinberum markað og þannig alls konar hópar en það eru líka lágtekjuhópar. VFR það er ekki mikið af lágtekjuhópum ef ég skil það rétt. Er það ekki rétt hjá mér? Nei, sko það er einhverjir. Já, það er einhverjir, það er minna ákvæmslu fólk í Hagkaup, starfsfólk í verslunum og svona, en félagið öðruvísi samsett, það er alveg rétt og það er meira af svona millitekjufólki að við notum það hugtakt aldrei vítt í VFR sem gerir félagið allt öðruvísi, síðan gerir VFR samning á almennu markaði. Já, en svo er klárið spurninguna, er ekki alltaf einkennilegt að VFR sé að berjast fyrir því að búa til félagslegt húsnæði í stað þess að reyna að berjast fyrir því að fólk hafi, betri laun til þess að kaupa sitt eigið húsnæði sem ekki niðurgreitt af skattgreiðendum. Já, þetta er ekki andstæður og eins og til dæmis Bjarg sem gert svona sem með verkalýðsfélaginu, það er ekki niðurgreitt félagslegt húsnæði. Það er raun og veru þannig að menn fá hagstæð lán frá ríkinu, og síðan er byggt afarhagkvæmt með svona svolítið nýrri aðferðafræði og leigan er ekki opaslega lág. En hún er örugg. Íbúðirnar eru hagkvæmar og öruggar og þá kemst fólk af leigumarkaði þar sem er kannski sagt upp eða þarf að flytja einu sinni á ári, eitthvað slíkt, í örugt gott húsnæði. Og ég var varamaður í stjórn Bjargs tíma og þá vorum við með eitthvað svona 500 íbúðir og þeim fyrir fjölgandi og ég held að þetta sé eitt af hlutverkum verkalýðshreyfingarinnar í heild sinni. Bara út af ýmsum ástæðum þá var það VFR sem hafði forgöngu það. Síðan er blæraðins öðru vísi leigufélaga því það er svona kannski meira tekið, meiri stuðningur í þessu. Ef að engin annar sinnur þessum verkefnum, þá verður félagum sem VFR eða önnur að stíga fram í því. En með mun náttúrulega aldrei gleyma því að stærstu hlutin á okkar félagsmönnum semur kaupið sitt sjálft við sína vinnuveitendur og við þurfum náttúrulega að styðja menn í því að þeir annars vegar geti saman gott kaup, atvinnulífið sé með þeim hætti að það geti borgað gott kaup og að menn haldi eitthvað af því í budunni þegar þeir fá það, að það brenni ekki allt upp í verðbólgunni eða efnahagsástandinu. En núna er þetta náttúrulega bjögun á markaði og þetta er rauninni óbein niðurgreiðsla þar sem að fólk sem að hefur lægri tekjur komast á að lánum og öðru sem að aðrir þurfa að samla sér fyrir. Þessi bjögun veldur því að annað húsnæði verður þá dýrar á markaði og þá var það niðurgreitt af þannig að niðurgreiðsla kemur annar staðar frá en þetta er vissulega niðurgreiðsla. Já, ég meina þetta er niðurgreiðsla, opinberir aðilar eru semst að styðja við það fólk sem ekki getur fótað sig á leigumarkaði og mér fannst til dæmis það sjást rosalega vel í COVID hvernig þetta virkar. Þá voru aðilar hjá Bjargi sem mistu kaup eða mistu vinnu að kaupa eða mikla tekjur gátu þá ekki staðið við greiðslur. Það sem Bjarg gerði þá að menn fengu greiðslufrest, menn fengu að fresta. Það var ekki fellt niður, það er engin sjóður en þetta, fengu að fresta því. Og síðan leiðu 1-2 ár og þá voru allir bara konir, eða svo til allir konir í skil aftur og ekkert vandamál. Þeir þurftu bara örlítið svona greis, smá pásu. Ef þú hefur verið á almennu vinnumarkaði, almennu leigumarkaði, þú hefur verið á almennu leigumarkaði, þú hefur mist vinnuna, þú hefur ekki staðið við skil við þú hefur ekki getað staðið í skil við leigugreiðslunar. Þú hefur fengið lögfræðing á þig, þú hefur verið komið með kostnað, þú hefur aldrei komist tilbaka, svo hefur verið borin út og svo hefur verið komin á vanskilaskrá. Svo munurinn á því að vera á leigumarkaði hjá einhverjum svona aðila eða hennum almenna, menn þurfti alveg ótrúlega litla aðstoð til að komast yfir svona áfall eins og COVID. Það sem við þurfum að gera í húsnæðismarkaðnum almennt og er náttúrulega að byggja miklu meira og byggja ódýrar og ég þekki það bara að því ég smiður og var að vinna við þetta. Menna það þarf að vera lóðum, það þarf fjölbreyttara húsnæði og við höfum held ég komin allt og langt í reglugerðum sem sagt það er orðið dýrt og orðið flókið og ég er þá ekkert að tala við ætlum að fara að byggja ykkur að skúra og bragga á og svoleiðis en fyrir mann og allt til fyrirvera og maður er að vona, þetta er eitt að því sem verkalýðshreyfingin í heilsin og fleiri hafa verið að segja, þetta hefur gengið afar hægt. Ég er nú ekki sérfræðingur í málefnasamningi ríkisstjórna en mér sýndist að þeir tali þetta og ég heyrði að borgin hefur að tala þetta líka að við þurfum náttúrulega að komast ég segi ekki að gera nýjan Breiðholtssamning en næstu því svoleiðis, við þurfum að stíga út úr þessum vítarhing og þá þýðir ekkert að tala þannig sem ég hef stundum talað þegar menn er að segja að það þurfa að byggja meira að þá séum menn á móti þéttingu byggðar eða menn séu á móti borgarlínu eða menn séu á móti hinn og þessu. Við þurfum bara að bjóða upp á mikið fjölbreyttu húsnæði. Sumir vilja búið í bæ, sumir vilja búið upp í Breiðholti, einhverjir vilja búið í Hafnarfirðinum og svo framvegis. Og við eigum ekki að hafa neina sérstaklega skoðun á því hvernig fólk vil hafa það og hvar það vil búa.
Já, ok, þá dempum við okkur í smá hugmyndafræði. Sko, nú veldi ég fyrir mér, og það því að nú var þetta formaður sem að var sett á eftir að Ragnar Þór Ingólfsson, eins og nefndir að hann fór frá, er Halla Gunnarsdóttir, og hún er núna. Hún er, að mínum að þetta töluvert vinstri sinnaðri, heldur maður myndi svona telja almennt einhvern sem að væri í forsvari fyrir þá sem eru kannski aðeins í hærri tekjutíðendum og vera svona passa upp á hagsmuni þeirra, ætti að vera. Og þeir sem að ég, svona félaga mínir sem eru í Vaffer eru svona jafnvel hægri sinnaðar en ég, sko. Hvernig er það? Hérna, ertu öðruvísi heldur en hún? Það er núna gerir ráð fyrir að hún sé svona sá kandidat sem er svona, hvað ég var að segja, sem að væri svona líklegust til þess að vinna. Það er oftast svona sá sem að er formaður í hver skipti er svona, já, líklegri heldur en aðri til þess að vinna. Ertu frábrugðin henni, samanlega við svona hugmyndafræði? Ég skilgreini mig svo sem ekkert út frá henni eða neinum öðrum. Það er alveg rétt hjá þér að það er alltaf kostur að vera sitjandi formaður. Í því felst ákveðið forskot. Bæði þú ert í vörkinu og svona þú er aðgangað ýmsu sem ég hef ekki aðgangað og svoleiðis. Ég er að bjóða mig fram í þetta því ég held að minn svona bakgrunnur og reynsla og mín stað í lífinu falli mjög vel að Vaffer. Ég er búin að vera á vinnumarkaði síðan 2006 í Vaffer, eða reynda miklu lengur á vinnumarkaði í Vaffer síðan 2006. Ég er viðskiptafræðingur, hef vunnið KPMG, Íslandsstofu, Aton, Starfsgreinasambandinu og svona. Og ég held að mínar almennu áherslur að verkalýðsfélag á að vera fyrir alla. Verkalýðsfélag, ástæðan fyrir að við búum til félag. Við fyrir bara aðeins í hugmyndafræðina. Við búum núna við ágætis kaupakjör. Við búum við hluti sem þeir sem koma undan okkur eru búin að berjast fyrir. Veikindum, 8 tíma vinnudegi og svo frans. Og mér finnst við skulda þeim sem núna eru á vinnumarkað og eftir okkur koma að halda áfram að berjast fyrir þessum kjörum. En við erum að vera að berjast fyrir kjörum allra. Mér finnst að formaður Vaffer að tala fyrir alla, allt félagið. Hann á að tala við þá sem eru að vinna á kassanum ykkur staðar. Hann á að tala við sérfræðingarna sem eru í efstu tekjutíundunum. Hann á að tala fyrir þennan stóra breiða hóp og hættan sem er aðeins verið að gerast held ég á vinnumarkaði eða í verkalýðshreyfingu, við þurfum alltaf að hugsa ef að við horfum of sterkt og hagsmuni ykkur ákveðnra hópa þröngra, og þeir taka yfir, þá missir einhver stór hópur áhugan. Það sér ekki fyrir okkur þetta fyrir mig. Langflest okkar þurfum sem betur fer ekki mikið að leita til okkar verkalýðsfélag. Við vinnum eitthvað starf það sem er staðið við kaup og kjör og við þurfum ekki að sækja í sjúkrasjóðin eða eitthvað slíkt. Jú, við sækjum sumarbústað og við notum orlofssjóðin og varasjóðin og guðum okkur gleru og eitthvað svona. En svona gegnum sneitt þá þurfum við kannski ekkit mikið á félaginu að halda með eitthvað bjátar á. En við viljum samt hafa þá tilfinningun að félagið okkar sé að slást fyrir okkur. Það sé að berjast fyrir okkur. Og mér finnst það mætti gera það betur í Vaffer ef við séum að tala fyrir alla. Við séum að tala fyrir bara fólk í atvinnulífinu út um allt og við höfum ekki að tala. Hvaða hópar hafa ekki verið svona nægilega vel representaðir svo ég sletti að þínu mati? Já, mínu mati þá finnst mér okkur ekki alltaf hafa gengið vel að tala við millitekju fólkið, venjulegri vinnu, 1 eða 2 eða 3 börn, skóli, leikskóli og íþróttum, eitthvað staðar í húsnæðis stiganum. Mér finnst við ekki hafa náð að fanga hvað það fólk er að glíma við. Og þar erum við náttúrulega að glíma við þessi stóru mál. Það er leikskólamálin eða daggæslan eða hvernig, svona hvar eru börnin meðan ég er að vinna? Þú þarft að eiga við það og svo ertu í húsnæðismálunum fyrst og fremst. Það skiptir öllum mál. Það er stærsti útgjaldaliðurinn okkar. Ef við höfum ekki öruggt húsnæði eða líður ekki þannig að við höfum öruggt húsnæði þá hefur það áhrif á allt annað. Og þarna held ég að Vaffer geti stigið miklu sterkarinn í samfélagsumræðunni. Og þá er ég ekki að tala að við höfum að fara að byggja blokkir. Heldur að taka þátt í þessari umræðum það hvernig við sjáum að þetta eigi að þróast. Og Vaffer á alveg að hafa skoðanir fyrir hönd sín stóra félags á álögum, sköttum, fyrirkomulagi, að því allt skiptir þetta okkur máli og ég held það er auðveldara stundum að
berjast fyrir að horfa á hagsmuni lítilla hópa, skilgreindra hópa, það er einfaldara. Þú veist, ég er kannski að tala aðeins í loftinu, en við eigum að tala stærra og við eigum að tala stórumáli. Ég skal líka bara koma þér að jörðina. Sko, það sem að VFR hefur aðalega verið að berjast fyrir bara fólk sem að varla bara í flestu tilfellum í Eflingu. Ragnar Þór Ingólfsson hefur verið í slagtogi við Sólveigu Önnu að stóran hluta sínu í sínum formannsstörfum og sem hefur valdið því að ég bara skil mjög vel fólk sem í VFR og hefur ekki hugmynd af hverju það þarna. Já, þú veist, og ég held að þetta sé ekki alveg sanngjarnt, ég ætla bara að segja það. En leiðu mig þá að gera þetta aðeins ósanngjarnara. Sko, því að ég vil líka segja að það sem hefur náttúrulega átt í stað undanfarin ár að það ákveðið svona í tísku að vera að berjast fyrir alla, þú veist, mér finnst þetta að vera fórnarlambavæðing og mér finnst þetta að vera ákveðin svona spírall niður á við þegar við erum bara að huga því að þeir sem að það að sækja sér menntun, að eyða pening og tíma í það að sækja sér menntun algjörlega orðið bara úrelt. Þú hefur ekkert við menntun að gera út af því að lægri tekjur hafa töluvert betri kaup þegar að til dæmis tekið inn í það að þú fær líklegri til þess að fá næturvinnu, þú ert líklegri til þess að fá miklu betri kjör í vaktavinnu. Það að sækja sér menntun í einhverju bara orðið mjög úrelt og við erum svolítið að svíkja þá sem til dæmis í háskólanámi núna út af því að það ekki hagstætt fyrir þig persónulega að vera að sækja þér menntun í samræmi við þau kaup og kjör sem að síðan býða þín. VFR hefur bara einfaldlega sofið á verðinum í þessum efnum. Svo ég kannski að vera ósækja. Já, þetta verður svolítið ósækja, ég kann vel við það en sko, ég held að það hefur verið mjög góð breyting og þegar VFR starfsgreinasambandið og Efling stiltu saman strengi sína og komu fram með svona miklu breiðari hætti. Það ákveðin taktík og hefur stundum verið stunduð af atvinnurekendum að svona reyna að semja við menn í minni hópum. En þetta þarf að skoða í hvert skipti í hverjum samningum og VFR má aldrei vera partur af einhverju sem tryggir ekki hagsmuni þeirra félagsmanna. Þeir þurfa alltaf að vera í forgrunni. Ég var starfsmaður ríkissáttasemjara stund eftir ég hætti hjá starfsgreinasambandinu, svo ég var hann inni og var skipað starfsmaður ríkissáttasemjara. Það eiginlega eina bara einskot. Ríkissáttasemjara má skipa sér aðstoðamenn. Það óheimilt að segja nei. Ég held að það sé bara eiginlega eina þekkskyldu vinnan á Íslandi. Það bara hringt í því og sangat einhverju lagagrein og þú bara mæta á mándaginn og taka þátt. Allt góðu. En þá fannst mér VFR ekki vera með nóg mikið presens og mér hefur ekki þóttið nú sterkir í því að tala fyrir þessum tölum og kjörum sem við erum að tala hér um. Hvort að það tengist endilega því að það borgi sig ekki að mennta sig eða ekki. En þá það nú þannig að margir sem eru menntaðir fá ágætiskaup og eiga að gera það. En við metum það ekki nóg og þetta við dreigið opaslega saman. Ég myndi ekki gera það. Þetta verður á Norðurlöndunum, þar far fólk meira fyrir sína menntun og sína. Og ég myndi ekki bera þetta saman við að menn sé svo heppin að maður lítið menntar að fá að vinna yfirvinnu og nóttinu og svona. Við þurfum alltaf að bera saman dagvinnu kaupið. En ég sé það alveg að því með félaga mína iðnaðarmenn marga, þeir hafa það býsna gott. En ég er líka voða glaður eða var glaður í vetur og ég er ekki lengur út að slá upp. Það voru dagar í vetur sem ég hef ekkert held til vilja verið í því. En þetta eitt af því sem við eigum að vera að tala um í VFR. Þetta eitt af því sem félagið VFR á að vera að tala um. Hvernig ætlum við að koma að næstu kjarasamningum? Hvar ætlum við að leggja áherslu á? Hvar gagnast okkar fólki? Og minna, í svona 40.000 manna félagið. Það eru náttúrulega 40.000 skoðanir eða svona kannski það bil. Möguleikarnir sem við höfum til að ná í þau, tæknin, það að halda fund með fullri vinningu fyrir fundum. Ég var frambóðsfundi núna fyrir 2 dögum, mjög fínn og skemmtur fundur, sendur út á netinu líka, en á fundinu sjálfum voru 60-70 af þessum 40.000. Við eigum að nota alla þá nýju möguleika tækni sem til þess að vera í sambandi fólk. Hvernig viltu gera þetta? Hvað viltu leggja áherslu á? Hvað eigum við að sækja fram? Hvað eigum við að leggja áherslu í? VFR hefur dregist eftir á í styttingu vinnuvikunnar. Þar eru opinberir starfsmenn komnir lengra, mínum mati. Það er ekkert að þínu mati, það bara þannig. Já. Ég þekki þetta mjög vel. Þú þekkir þetta bara. Orlofsmálin eða fjöldi orlofsdaga, við höfum staðið svolítið þar í stað. Það eru fullt af þessum hlutum sem við þurfum að sækja fram í.
það að menn fara að tala stórmálin og hagsmuni eins breiða fjölda, það felur ekkert í sér að það ætlar að gleyma eldri félugunum eða þeim yngstu eða þeir sem, það felur ekki í sér, þetta er ekki annarkvort eða, en við þurfum að leggja miklu meiri áherslu á hinn stóra massa vaffering og hvernig hann hefur það og hvernig honum líður á vinnumarkað og hvernig hvaða möguleika viðkomandi á til þess að sjá fyrir sér og sínum. Að því þetta snýst það, eða mér finnst þetta snúast það, að við viljum hjálpa fólki að vera sjálfbjarga. Við viljum hjálpa fólki að vera sjálfbjarga. Verkalýðsfélög eru upphaflega, ef við förum aftur í tíman, stofnuð til þess að hjálpa fólki að vera sjálfbjarga. Ég las dálítið mikið af svona gömlum skandinavískum verkalýðskrata literatúr upp úr aldamótunum 1900. Eins og maður gerir. Já, þú veist, ég skilur. og þar voru menn alltaf að tala að gera menn sjálfbjarga. Menn ætlaðu að stofna kaupfélag og menn ætlaðu að stofna lestrarfélag og menn ætlaðu að stofna bindindisfélag og svo vildi menn fá kaup og svo ætlaðu menn að rífa sig upp úr fátækti. Eins og að kaupa sjálfur sér húsnæði. Já, eða annarkvort að kaupa það eða vera eins og við þekkjum rosa vel í Danmörku og Norðurlöndunum í einhvern svona byggingarsamvinnu. Já, við þekkjum þetta líka. Breiðholtið, Verkó. Og eitthvað svona. En þú vildi vera sjálfbjarga. Og það var sérstaklega þarna framan að mjög litlar kröfur á sjálfu sér og ríkisvaldið eitt eða neitt nema það gerði mönnum kleift að vera sjálfbjarga. Og ég er ekki að segja við að fara, en við höfum aldrei gleyma því. Verkalýðsfélög í grunninn að hópur manna tekur sér saman að það segir, ef við stöndum minna saman, þá getum við saman herrakaup og svo leggjum við smávísin og sjóð til að styðja þá sem vera veikir fyrir að vera veikir. Það er hugmyndin. Við erum saman í því að semjum betri kaup og kjör og svo erum við tryggingafélag hvert fyrir annað. Erum við ekki komin langt frá þessu sjónarmiði að þínum mati? Ég hef náttúrulega setið þessi þing sem að þú hefur setið í starfsgreinasambandinu og víðar. Ég satt það hjá Samhengi og BSRB. Eina sem við talað er eitthvað kvennafrísdagur og eitthvað svona algjörlega sem ekkert fyrir alla einu sinni félagsmenn og við erum alveg svo ótrúlega einkennilegum stað. Svo ber ég fram tillögu það til bara eitt dæmi, ég sagði við ættum að afnema það að vera í kynhlutlausu tungumáli. Ég bara upp þessi tillögu svona 10 sinnum, hún var aldrei setin fyrir atkvæðagreiðslu, þannig að það vola lítið lýðræði í BSRB eins og staðan í dag. En og eins og segi, stórkostlegar vendingar í þeim efnum. En ég mitt sammála þessu. Þetta ánáttúrulega snúast það að þú ert að berjast fyrir kaupum og kjörum, þrengja ramman. Öll stéttarfélög núna eru einhvern veginn, verkalýðsfélög eru komin í einhver svona baráttu, einhverja rosalegra, hugmyndafræðilegra eiginleika einhver svona minnihlauta og hópa úrræði og eitthvað þannig, í stað þess að mynda þrengja ramman að því bara, reynda að fá betri kjör fyrir mig. Og það er ástæðan fyrir því að ég tel að kjör eru að rýrna, svona, svo ég sletti de facto, út af því að við erum náttúrulega bara svona moka undir þá hugmynd að ef við fáum herri krónutölur þá sé allir að græða. Og þetta er náttúrulega komið upp úr hugmyndinni út af því að náttúrulega Sólveig Anna hefur stýrt að stórhluta öllum stéttarfélögunum að einhverju leyti út af því að hún fær einhvern veginn allir sína fram og við erum með þessa hugmyndum það að prósentu hækkanir séu stórskaðalegar og krónutöluhækkanir séu það eina góða og þá náttúrulega spírulum við að einhverju sem heitir jöfnuður og það er svona svolítið að hugtak sem ég langaði að spyrja það út í. Er jöfnuður á þínum mati eitthvað sem að, formaður VFR ætti að einsetja sér í sínu störfum? Það nú, jöfnuður er nú, hvað ég var að segja, loðu teginlegt, eins og samtöðu sem aðra hluti. Formaður VFR á að beita sér af því að allir félagar í VFR geti séð fyrir sér og sínum og hafi eðlilega framfærslu. Formaður VFR á ekki að skipta sér af því að ef að félagsmenn hans til dæmis á efri endanum geta gert góð kjör eða góðan samning sín kjör út af sínum störfum eða hvernig ástandi í þeim geira og svo framvís þá er það bara í besta mál og það á ekki að vera markmið í sjálfum sér að það sé allir með sama kaup til dæmis en við getum svo þá ekki endilega vera óbúslega mikill munur eða við getum rifist hvað hann á að vera mikill. Mér finnst að við að fyrst og fremst að beita okkur fyrir þessu að það geti allir séð fyrir sér og ef þeir geti ekki séð fyrir sér þá ætlum við að styðja við á einhverjum ástæðum það er alltaf einhverjir sem við ætlum að hjálpa þannig hugsa verkalýðsfélög en við eigum að vera að hugsa upp á við eigum ekki að vera að hugsa niður á við
og ég náttúrulega ekki sammálaðir og ég veit að enginn af þeim sem ég vann með hjá Starfsgreinasambandinu myndi vera sammálaðir að Sólveig Anna stjórnaði öllum verkalýðsfélögum á Íslandi. Ég legg til að þú fá bara Villa Birgis til dæmis næst í ég held að hann myndi skrifa upp á það ég held að Villi er örugglega að fara að hlusta Villi er örugglega að fara að hlusta en það sem þú þekki ekki BSB og ekki BSB-þing, það sem ég fannst gaman á Starfsgreinasambandssýningum, það sem komu fólk og félögunum allt í kringu landið og flest bara beint af vinnustafn, það var að heyra hvað brann á þeim. Það voru svona þessi almennumál og það sem brennur á launa fólki almennt það vil meiri vinnu. Þú veist, jú, það er ágætt, sérstaklega í lægri endanum, það er ágætt að stytta vinnuvikuna, allt í lagi með það. En það sagði við mig konu á Húsavík og hún sagði, mér er andskotað saman að stytta vinnuvikuna, ég bara herra kaup. Ég er ekkert endilega að segja við að fara alveg þangað. En stundum höfum við í verkalýðshreyfingunni, ég ætla bara að segja við að því ég vann hana, eða verkalýðshreyfingin, látið einstakar hugmyndir taka ómikið pláss sem er ekki svona meginströms, megin hlutverk félagsins eða félagana. Og ég ætla ekki að tala um aðra en Vaffer er ágætt í því og þarf að vera ennþá betri í því að einbytta sér að það sem á að vera að gera. Það er að semja kaup og kjör fyrir sitt fólk, slást fyrir kaup og kjörum fyrir sitt fólk, hvar sem er og hvenær sem er. Og þessna meina það eru fullt af fínum hlutum sem Vaffer er að gera sem aðri stéttarfélög gera ekki, við erum með fyrirtæki ársins og slíkar hluti, menn gera sér grein fyrir að það er eitthvað samhengi milli þess, hvernig atvinnulífinu gengur, hvernig fyrirtækjum gengur og hvað kaup þú færð. Og þess vegna held ég og það sína minna Norðurlöndunum gott dæmi það. Öflug verkalýðsfélög, öflug svona velferðarkerfi býr til öflugt atvinnulíf. Það býr til menntaðra fólk, menningin og svo framvegis. Svo að þú vilt vera með einhvers konar samblanda mjög öflug atvinnulífi og öflug velferðarkerfi og öflugum verkalýðsfélögum. En það þýðir ekki að við ætlum að reka það allt í ríkinu. Og þess vegna finnst mér til dæmis ágætt að núverandi ríkisstjórn sé að spara í ríkisrekstri. Þá ekki vera neitt markmið í sjálfu sér að fjölga eða auka ríkisrekstur bara langt í frá. Nú er þetta sko, en út af því að þú ert að tala með svona hugmyndafræði sem hefur tekið yfir að einhverju leyti og ég er náttúrulega ekki að segja að Sólveig Anna hafi í sjálfu sér verið að stjórna öllum stéttarfélögunum, alls ekki. Ég er meira að segja að Sólveig Anna hefur náð að marka ákveðna stefnu sem að ríkið hefur svo apað eftir, sem að Kristján, Villi Birgis og allir hinnir hafa svo þurft að apa eftir. Það er það sem ég er að tala um. Ég er að tala um að stefnan hefur svolítið verið mörku við það að við séum með það að leiðarljósi að allir eigi að vera jafnir. Minna Sólveig Anna var í frambóði fyrir sósíalistaflokkin og þeir segja að enginn eigi að vera hærri launum heldur en 3 sinnum lágmarkslaun hversu sinni, sem að því það hámarkslaun eru þá kringum 900 skallin eða 1100 skallin kannski í dag. Þannig að skilurðu fásinna ef við ætlum að vera með einhvers konar menntaða stéttir hérna í ákveðnir og vera samkeppnishæf til dæmis við störf erlendis. En hérna ég held að þetta sé sko svolítið einkennileg bara staða fyrir eins og þetta stéttarfélag út af því að núna hefur náttúrulega jöfnuður eins og segi verið markmiði sjálfur sér og hærri skattar út af því að þú talar um að það ekki vera sjálfstætt markmið í svona, já, í menningu okkar og svona okkar tengslum við skatta að þeir eru að vera endilega hærri. En svo út af því að við vorum að nefna hérna Höllu Gunnarsdóttur ég meina, ég tel að hún myndi skrifa upp á það að skattar séu eitthvað sem eru of lágir til dæmis á Íslandi. En hvað finnst þér um það? Finnst þér skattar vera of háir eða of lágir á Íslandi? Ég held að þeir séu almennt séu við að fara að nálgast það að þeir séu háir og við séum að fara að draga úr svona ég ætla ekki að segja sjálfsbjarga viðleitnin en svona þessari kröfu eða sem ég veist við höfum að gera á svona venjulegt eða á fólk sem er heilbrigt og sæmilega vinnandi það geti séð fyrir sér og sínum og það þurfi ekki mikla aðstoð og við getum svona kröfa með sjá sig og sína. Við erum stundum svolítið fljótað kvarta yfir hlutunum og ég stundum að veltaði fyrir mig þegar ég er að lesa blöðin eða þú veist að það verður rosalega oft fyrsta viðbragð þegar eitthvað bjátar á að ríkið eigi að koma. Ég meni, ég hef sagt það svo oft eins og Stöð 2 tekur eitthvað viðtöl hérna í kvöldfréttum
var alltaf hérna ríkið þarf að ákveða manneskjan sem að bera þetta borð aldrei spurði hérna hvað ætlar þú að gera nei, ríkið þarf náttúrulega að koma inn og borga mér 1500 skall á mánuði fyrir það að setja einhverja stofna á laggirnar og ég fara að fá aðstoðamann. Já, og auðvitað er ríkið að gera fullt og við þurfum að hjálpa en við höfum líka að hugsa hvað getum að gera sjálfur og það er hugmyndi með verkalýðsfélögum, hvernig getum við þetta saman sjálfur og ég er ekki svolítið að ég þú veist, ég er ekki sérstakur mér veist að þeir sem eiga fullt af penningum eiga að borga alltaf mikið sköttum, ég er með ákveð kaup ég á að borga skatta. Já, það er líka bara þannig. Það er bara þannig og mér finnst það bara fínt, skilurðu og ég er svo heppin að geta það það er mjög margt sem við höfum að laga í kerfinu menna eitt bara persónulegt dæmi, ég er ekkill ég var einn með 3 börn 6, 8 og 10 ára ég fekk engan skatta afslátt út á það ég fekk einhver styrk frá Tryggingastofnunum stund ég hefði talað að vera miklu betra ég fengi bara 1,5 skattkort eða eitthvað svoleiðis, meiri persónuafslátt skilur þú sagt, ok, þú ert að vinna fyrir þessu þú heldur að klára það, við ætlum að styðja þig þannig, þú veist ekki flækja kerfi úr hinn áttunum segja, þarf hann ekki að fá hérna einhverja slettu frá Tryggingastofnun eða eitthvað, þú veist, mér langaði ekki til þess, mér langaði bara ég fengi aðeins meiri hjálp við að sjá fyrir mig sjálfur að því ég var í þessari stöðu ég gat það ekki að setja öfugsnúna kvata ekki það öfugsnúna kvata er alltaf einkennilegt en þetta er viðmótið þú veist, mér langaði bara að segja, hörðu, ok hvað getum við, ok, þú færið hérna smá svigrum, einhver ár gefum þér eitthvað smá breyk í þessu þannig að maður geti staðið á sínum eigin fótum að því ég gata svolítið að ég sakna þess að við hugsaum þetta svolítið svona og minna við erum ekki að nýta og nota okkur alla þá möguleika tækni til þess að samræma og samina þessi kerfi öll okkur þannig að þau séu að virka með ykkur eðlilegum hætti og þar held ég minna vinnumarkarinn er að breyta stofnlega mikið fullt af starffélögum í VFR vinnur orðið mikið heima nú erum menn farnir að stígun og alls konar brautir með gerfugreind og hvernig þú notar hann og margt mjög skemmtilegt í því þú veist, við semjum hvernig við ætlum að hafa hlutina í vinnunni þú veist, skrifborð og stóll og hérna kaffistofa og loftræsting og salern og allt þetta svo ef þú vinnur heima við sáum þetta vilja COVID, þá sátu allir inn í þvottahúsi eða fram í bílskúr eða með tölvun og njánum í hjónarúminu eða whatever við þurfum að fara að ná utan þetta líka sem fyrirtæki fann að gera, setja henni í ræðunangasamningin hvað máttu vera mikið heima þetta er nú mikið rætt vestanhafs svo ef við fylgjum með hvaða aðbúnað áttu að hafa, hvað færðu og svo framvís og það er fullt af þessum hlutum sem VFR á að taka þátt í gerfugreind felur í sér eins og við erum að nota hana eða ég er að nota hana að vinna og svona hvernig maður er tengdur þetta felur í sér óbúslega mikið af spurningum hver á hvað bjóðstu til eða þú veist hver á hvað og líka alls konar svona skemmtilega persónu verndar spurningar og svona engalífs spurningar hvar liggja þau mörk þú veist, við vinnum ekki lengur vinnumarkarinn er ekki þannig lengur að vinna í versmiðu og svo bara standi maður upp og stimpli svo út og fara heim og komið svo aftur daginn og eftir stór hluti vafferinga er á einhverjum hætti, ég er ekki að segja í vinnun allan sólurhringin, en hann er tengdur vinnunni býsna mikið frakkar að farið mjög langt í þessu, að banna að senda tölvupóst á helgar, tengdapóst og svo framvís ég held að það sé nú kannski okkur myndi þykja það einkennlegt en við höfum að tala um allt þetta líka við höfum að velta þessu öllu fyrir okkur á alltaf að vera þetta ná í þig að þú ert með síma og svo framvís þú skilur, þetta er það sem brennur á fólki. Mér finnst að þetta geti vera öðrum viðkomandi nema ég bara tala um minn yfirmann. Já, en það þarf að vera samt þannig ef þú ert með yfirmann sem er fáviti þá þarf ég að skipta um vinnu. Nei, eða þá að hafa verkalýðsfélagi segir nei, þú veist, að því samningarnir eru lágmarkssamningar við höfum aldrei gleyma því allir kjarasamningar í Íslandi eru lágmarkssamningar það má borga óendanlega hátt kaup og þú mátt hafa óendanlega mikil réttindi, það má bara ekki fara niður fyrir þessi réttindi. Svolítið að ef við erum að taka á einhverjum svona hlutum, þá hefur einhvern stöðning í því. Það getur sagt, hörðu, nei, veistu, það er ekki eðlilegt að ég þurfa að sinna verkefnum hérna á jólunum, eða whatever, sko. Og auðvitað, við höfum að huga öllum vinnuaðstæðum fólks. Öllum vinnuaðstæðum fólks. Og þetta er eitt af því sem bara, ég er búin að fara núna fullt af vinnustöðum, það er alls konar svona spekulasjónir
sem alltaf að velta fyrir sér. Kaupinu, kjörunum, aðstæðunum, geti verið heima, bla, hvernig stilli ég þetta saman með veikindum og fríum í skóla og þegar það eru starfstæður og slíkt og allt þetta spilar þetta allt saman. Já, þannig að þú ert að fara að sinna töluvert afmarkaðara hlutverki. Þú ert til dæmis ekki að fara til Reykjavíkurborgar að sækja stöðu þess sem að reyna að hafa upp á einhverjum svona kynferðisáreitni meðal, hvað var það? Meðal kjörinna fulltrúa. Sástu þetta? Sem Halla Gunnarsdóttir er að sinna núna. Hún er að sækjast hún var svo að, ég held hún hafi verið ráðin í það, að taka á kynferðisáreitni kjörinna fulltrúa gagnvart kjörinna fulltrúum. Þú er að tala það að þið afmarkið hlutverk ykkar í þrengsta mögulega ramman til þess að reyna... Nei, ég er ekki að tala það. Ég er að tala við sinnum okkar hlutverki og við stækkum það og við tölum stóru hlutina og við afmörkum okkur ekki í eitthvað smámál. Og ég ætla ekki að segja kynferðisleg áreitni sé smámál. Nei. En þú skilur, ég er að tala það að við tölum það sem máli skiptir. Við tölum grundvallaratriði. En ég er að tala að afmarka hlutverkekar sem þú eru bara að vinna að kaupa kjörum og svo útvíkast það náttúrulega í stærri hluti. Já, ég er að tala það. Kaupa kjörum og tala kaupa kjör fyrir alla. Sameinafélag. Ég er leiðist það, ég veit að fullt af vafferingun leiðist það og fólki að það séu fréttir deilur í stjórninni, að menn sé að greiða eitthvað, þú veist, frábært fólk í stjórn. Hvað fannst þér neyðarsjóð Ragnar Stórs? Þetta eru þau kjör sem var samið. Ég hef svo sem sagt að bara, ég mun ekki semja svona. Mér finnst bara að formaður vaffer eigi að hafa bara söpu kjör og eru á almennu markaði. En ég getur skrítið samt að vera, sko, þú veist, það er eitt sem þú getur samið en við svona aðstæður, þá getur líka bara alveg sagt, heyrðu, þú veist, jafnvel þó þetta sé greitt út, sko, og þá segir þau, heyrðu, þetta fer bara í barnaspítala hringsins eða eitthvað. Ég menna, Þórður Snær hefði getað tekið við embætti og bara fengið sín kjör sem þingmaður og fengið sín biðlaun. Ég held að hann hafi sagt bara nei takk, þú veist. Ég ætla að reyna að sækja mér að vinna einhvers staðar annars staðar. Neyðarsjóðurinn er eiginlega komin til og aðalega út af því að núna mun hann ekki vera ráðinn einhvers staðar annars staðar. Já, þegar ég hætti á Starfsgreinasambandinu, þá sagði ég upp fyrir mánaðamót, fór til Villa Birgis og sagði upp. Ég var með 3 mánuða uppsagnarfrest og svo bara vann ég hann og þá fundi nýr maður og meðan, ég var eitthvað aðeins lengur og svo bara hætti ég. Eins og gerist og gengur á öllum venjulegum vinnumarkaði. Ef að það hefði staðið öðruvísi á að vilja eða þú veist, ef menn eru látnir hætta mjög skyndilega, mér finnst það ekkert óeðlilegt með að séu með 3, 4, 5 mánuði, þú veist, í bilun eða fellur út sagt upp eitthvað svona meðan þetta komundur í fótun. En það ert því ekki að dreifa núna í þessu máli, sko. Nei, en þú veist, og ég mun ekki semja svona, ég hef bara sagt það alveg. Það er alltaf leið að semja svona, en það er bara ekki í lagi en... Nei, það er náttúrulega með einhverjum hætt að vera. Biðlaun eru biðlaun. Þau fela í sér að þau eru laun fyrir þig meðan þú færð aðra vinnu eða kemur undir í fótunum þú missir skyndilega vinnuna og opinberir aðilar, þingmenn, forystu fólk í verkalýðshreyfingunni hinn og þessi telja sig hafa þurft á því að halda. Það felur ekki í sér ef menn fari í aðra vinnu að þá þurfum menn biðlaunin og það hefur verið svoleiðis og ég þekki dæmi til þess að þegar menn hafa skipt svona starf og farið í lægra launað starf þá fá menn mismunin sem er bara ágætt og eðlilegt, þú veist, menn er bara svona að trappa sér niður og auðvitað á það ekki við allstaðar það sem hætti til dæmis formaður í verkalýðsfélagi eða slíkt. Þú getur ekki sagt að þú vinnur bara hérna uppsagnarfrestin með nýja formanninu, þú veist, það eru ykkur svona en við verum að hafa okkur eins og fólk í þessu og þarna eigum við að taka mið af því sem gengur og gerist á almennu markaði og ég þá ekki að tala starfslok eins og við sjá stundum hjá okkur forstjórum, skilurðu, að því það er alveg mikið gaga en þetta er bara ekki svona, það á ekki vera svona. Nei, hérna þá fyrir við bráðum að ljúka þessu, menn okkar reyna að enda þetta á, sko, þú ert örgulega búin að svara þessu einhverju leiti, en þannig við skerpum bara það sínuna, sko, ef ég á að hreinskilja við, þá held ég með þér í þessu kjöri og ef þið eru í vaffer, þá hérna hvet ég ykkur til að kjósa, hvernig kýs maður, svo látum hann nú koma fram líka. Þú bara fer inn á vaffer.is og kýst rafrænt, þetta er rafrænt, afar einfalt, bara rafrænt skilur ekki og kýst og þú getur meira þess að kosa oft ef þú skiptir nú skoðum svo þeir sem eru búnir að kjósa eitthvað annað en mig ekki geta að fara og kosið aftur. Ok, þá hérna hvet ég ykkur til að kjósa og flosa aftur ef þið eru búin að kjósa eitthvað annan en hérna endum við þetta á svona aðeins breiðari strókum heldur og hvað sem hún var að fara yfir.
Já, svona praktískt eðli þess að fá þig í þetta embætti og svo ætla ég að sjá hvort mér snúist hugur það hvort ég styði eða ekki. Hvað það í svona praktík sem að þú myndir gera? Þú myndir nefna svona 3 atriði sem að þér myndir finnast breytast strax á VR. Hvað var það svona, þú myndir mæta inn og ég með 3 atriði hérna sem ég ætla að leggja á oddinn, þetta það sem þarf að breytast hérna hjá okkur strax? Fyrsta, ég ætla að sameina félagið. Það þarf að breyta strax. Við, félagsfólk, þeir sem eru í stjórnum og svona, að menn gangi saman í takt. Sameina það. Ég hef reynslu og bakgrunn og víða til þess að vera góður í því. Ég er góður að sameina fólk. Það er það fyrsta. Annan stað, þá vill ég að VR láti heyra miklu meira í sér stóru hlutina. Og við munum sækja fram í því efni að þeir kjarasamningar sem eru í gildi, þeir standist og forsendur þeirra standist og það kjarabætur sem þó var samið og hafa orðið að við verjum þær. Það eru svona þessi stóru hlutir og þriðja stóra að við þurfum að koma og segja við alla þá sem við okkur tala hvernig leysum við húsnæðismálin til bráðs og til langs tíma. Þetta eru þessi stóru atriði. Það er fullt af öðru sem eru gaman að gera. Og, en fyrstu 100 dagarnir, ef við getum notað það, þá myndi ég segja þetta. Hvað fannst þér hérna, ég glemdi bara að nefna hérna samninga kennara. Ég studdi þá og styð þá einfaldlega út af því að tel að kennarar eigi að vera í starfsumhverfi sem meira reisn yfir. Ég held að það þarf að fá miklu betri kennara, það er mikið að lélegum kennurum sem að gera það verkum að ég styð það að þeir fáum betri kjör út af því að þá myndi koma til að veljast betra fólk í þetta. Þetta hefur verið svona fjallað þetta í samhengi við stéttabaráttuna og verkalýðsbaráttuna. Fannst þér þetta sanngjörn bragarbót á þeim svona þeirra vettvangi? Það er svolítið erfitt að átt að sjá hvað þeir alveg fela í sér að því það er svona ákveð endurmat í þeim eða virðismat í þeim en ég fagnaði bara kennarar ná í samningum. Ég held að kennarar þurfa að vera ánæður í starfu með gott kaup og stéttarfélög ekki að vera að níða skóin hvert og öðru. Svoleiðis að ég held að þetta get ekki annað séð en þetta sé góður samningur fyrir þá og vonandi geta sveitarfélögin staði við þá en hérna það er endar annað. Já, þú veist, það er bara þannig að auðvitað tengist þetta allt saman og stærst útgjöld sveitarfélagina eða mjög stór hlut útgjölda sveitarfélagina eru laun. Svoleiðis að menn þurfa að huga í því samhengi. VR semur ekki við sveitarfélögin svo að þetta er ekki höfuverkur okkar en ég held að það sé ekki nokkur ástæða til annars en að vera ánægð með að kennara sé búin að skrifa undir kjarasamning. Heldur að þú verið betur í stakk búin til þess að, hvað ég að segja, eiga samskipti við SA heldur en svona, já, bara, svo við nefnum það aftur, bara Ragnar Þór til dæmis, heldur að þú munir eiga, hvað ég að segja, því að Vili Birgis, ég var rætt eitthvað með þig, ég man ekki hvort það var í prívat eða að, þú veist, hann væri vissulega í baráttu, en hann sagði samt líka, þú veist, að þarf líka að skoða heildarmyndina og vera alltaf að sjá sjónarmiðin, skilurðu, hvernig bætu við lífskjörum með því að fá meiri verðmæti inn. Heldur að þú verður góður í þessu? Heldur að Sigga Magga verði ánægð með þig? Ég held að ég verið góður í þessu og það stafa fyrst og fremst af því að ég er ekki að bera mig saman við neina forvera vinnu mín. Ég hef alltaf verið á almennu vinnumarkaði. Mér hefur einhvern veginn ekki tekist að vinna hjá öðrum en almenna virka og ég veit hvernig það virkar og ég á mjög gott með að tala við fólk og rífast við fólk og ég veit nákvæmlega hvað er verið að tala í þessu þegar ég var hjá starfsgreinasambandinu þá var maður í stanslausu sambandi við forystu SA bæði stjórnina og framkvæmdastjóran og starfsfólki og allt saman þar að því stórhluta baráttunni fer náttúrulega þar fram hún fer ekki öll fram útifundunum hún fer í samtalinu alla daga vikunar að halda til haga kaupum og kjörum fólks og þeim sjónarmiðum sem það er að halda fram og menn þurfa náttúrulega að vera tilbúnir að taka það samtal alla daga vikunar, hvort sem það er Sigga Magga eða Halldór Benjamin eða hver sem er og það er ekkert persónlegt, þú ert að tala fyrir kaupum og kjörum fólks og þú þarft ekki að tala við alla, ég tala við alla mér er alveg saman hvaðan menn koma og hvernig koma, ég hlusta og tala við alla það þýðir ekki að ég endir að taka í mark og öllu sem við með sagt eða beigja mig fyrir því, en ég tala við alla. Já, líka hingað ertu komin í hérna, hvað var að segja, ekki kannski endilega svona hugmynd okkar að verkalýðsbaráttunni og ég veit þú hlustar sko, vissur alveg að þau en ég menna, þú veist, mér finnst þetta samt vera bara mikilvægt samtal og ég finnst mikilvægt líka bara við séum svolítið í, eins og þú segir sko, virku samtali það hvað er móða, sérstaklega núna þegar mikill óstöðuleiki í heiminum er svo komin núna rétt á hann og þá hefur það óneitanlega áhrif á lífskjör
og til dæmis það hefur miklu meiri áhrif á lífskjör út á landi miklu fyrir heldur en að gerast á höfuborginni þannig að það er ákveðið rof líka í því sambandi en ég, já eins og segir ég er allavega ánægður ef að þú kemist þarna inn ekki út af því að við erum sammála allt eins og er búið að koma hérna fram en ég held að bara það þurfa að verða ákveðin svona breyting þó svo að hún verði ekki ég held að verkalýðsbaráttan verði aldrei nákvæmlega eins og ég vil hafa hana og kannski guði sér lof hugsa margir en aftur á móti þá er þetta eitthvað sem að þarf að vera í virku samhengi við bæði það samfélag sem við búum í og líka í virku samskiptasambandi það hefur bara vantað upp á undanfarin ár og þá er það alls ekki bundið við VR það er bundið við eiginlega langa með að segja öll verkalýðsfélögin fyrir utan kannski Villa Birgir sem að mér finnst hafa staðið sér best Hefur eitthvað við þetta að segja? Ég hef einhver við þetta að bæta bara takk fyrir að fá að koma og ég fæ að koma aftur eftir kostningar Þeir eru búin að vinna? Þeir eru búin að vinna og rífast meira Nákvæmlega, ég til í það Við tökum stöðuna þeir eru búin að vinna Segjum það, takk Flosi Eriksson, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst Takk